Mikið held ég að Sigrúnu hefði þótt vænt að vita að börnin hennar og barnabörnin og tengdabörn og barnabörn að halda upp á 100 ára árstíð hennar. Því ég veit að hún var aldrei ánægðari heldur en þegar hún var með fjölskyldunni og helst með alla í kringum sig og litlu barnabörnin sem fengu nú ýmis nöfn. Lufsuskufsa og Tóuróa og Turubúsla og svo framvegis. Og það ein af hefðunum sem að ég hef haldið í og mína dætur hafa fengið svona nöfn. Og ég veit fleiri börn í fjölskyldunni. Og ég veit ekki, þekki enga aðra fjölskyldu sem að jafn frjó í gælunöfnum sem að ég hef séð til vitnis væntumþykjuna og ástina sem að geislaði af henni. Og ég hef oft sagt dætrum mínum frá því hvað ég var heppin að eiga góða ömmu og hvað amma Sigrún var bara ein besta kona sem ég hef kynst. Hún var einhvern veginn svo góðhjörtu og tær og góð í gegn og alltaf ljúf. Ég man eiginlega aldrei eftir að hún hefði skipt skapi. Eina skipti sem ég heyrði hana brýna röddina var í nokkur skipti þegar hún var aðeins í glasi, þegar hún brýndi fyrir mömmu að vera nú góð við hann Hallgrím, því hann væri svo góður maður. Og síðan þegar hún var með blokkinni, með systrum sínum, og þær skemmtu sér og það geislaði af þeim öllum, þær höfðu svo gaman að því að hittast, gjarnan með eitthvað í glasi og með sígarettur og og þær töluðu svo hátt og töluðu allar í einu, allar til að einhvern veginn að ná að tala yfir allan hópinn og samt einhvern veginn náðu þær þræðinum og vissu hvað allir voru að tala þó að það bara úði og grúði og töluðu yfir hver aðra. Það svona það sem að þegar maður hugsa tilbaka, það helsta sem að ég man það oft svona lítil minningabrot sem koma í hugan sem að manni þykir hvað vænstum og sem að kannski aðeins gefa innsýn í hvernig manneskjan var. Og því ég hugsa ömmu þá man ég til dæmis kemur oft upp í hugan tekkmöblan, skengurinn sem var fram á gangi fyrir framan Sörnubergið, þar sem að hún geymdi þennan mikla fjársjóð sinn öll ylvaskglösin. Og hún var hrifnust af þungu, þrúandi, svona sterku ylvatni, Chanel og önnur slík merki. Og hún var nú aldeilis ánægð þegar Rebekka komst í og gat gefið henni ylvaskglös og varaliti. Og ég man að við máttum fara í þetta og ég spreyjaði nú ekki mikið á mig úr þessum ylvaskglösum því að mér fannst lyktin ansi sterk. Og seinna hef ég hugsað til þess að þetta var margra ára ef ekki áratuga lager, þannig að ég ekkert viss að lyktin hafi verið ennþá eins og hún átti að vera. Önnur minningabrot eru amma í svona breskum nælonslopp, ég held úr Marks og Spencer. Sloppurinn opinn, hún á nærbuxunum á leiðin í bað, en eitthvað að vesenast og kom fram að tala við okkur, ég man ekki, þetta gerðist svona nokkru sinnum. Önnur minningabrot eru bara einhvern veginn amma Sigrún við eldhúsborðið með kaffibolla að spjalla, brosmild, hún var alltaf svo brosmild, alltaf ánægð, eða hún að klippa út myndir með barnabörnunum. Ég var orðin það gömul að ég tók yfirleitt ekki þátt í því að vera að klippa og líma nema bara svona til að vera innan handar að hjálpa þarna Sigrúnu Helgu og Áslaugu þegar þær voru litlar. En þær fengu nú að njóta þess miklu oftar að vera með ömmu og því ég var orðin það stór.
var náttúrulega alltaf rosalega fín þegar hún fór eitthvað. Hún hafði svaklega gaman af mannamótum og gera sér glaðan dag og hitta fjölskyldu og vini og systur sínar allar og þær voru alltaf náttúrulega alveg lífið í öllum partíum. Svo hafði hún líka ægilega gaman að því að gera sér fína og hún elskaði svona fína snyrtivörur og vellyktandi og svona fínari og það var ofta alveg dýrlegt að fylgjast með henni þegar hún var að gera sér fína fyrir veislu eða eitthvað svoleiðis. Og það tók alveg, hún tók sér alveg mikinn og góðan tíma í það. Það tók ofta alveg bara hálfan daginn að frá morgni og til eftirmiddags að svo rútína að gera sér fína fyrir veislu. Og það byrjaði yfirleitt á því að hún fór í gott svona freyðibað og var með alls konar svona baðsölt og ilmsápur og ég veit nú ekki hvað þetta var allt og svo var lotion body lotion eftir baðið og púður og svo þurfti nú þetta alltaf að svona settlast inn í húðina þannig að hún var svona eitthvað að finna til föt og svona og meðan hún var að bíða eftir að kremin þotnuðu öll á húðinu og svona, þá var hún ekkert feimið með það að hlaupa bara út allt hús, bara alls nakin og mér fannst það alltaf svona pínu skrítið þegar ég var ekkert vön því svona öllu í öfni en mér fannst það var svona heimilislegt samt sem aður og bara krútlegt. Aðrar minningar eru jóladagur og páskadagur sem voru alltaf að líða við einum bjóðum og afa. Þó maður muni kannski ekki eftir einstaka árum eða einhverjum sérstökum minningum með það sem gerðist, þá það sem stendur upp úr í minningunni bara andrúmsloftið. Það var alltaf afslappað, hvað öllum leið vel að vera saman. Ég man að páskadagur var alltaf í miklu uppáhaldi hjá mér þegar ég var lítil. Þegar við komum yfirleitt síðust af því við vorum að koma úr bænum, koma að hliðaveginn og þá var afi oft í eldhúsinu við grillofninn sinn að elda purusteik. Amma eitthvað að vasast yfir pottunum. Allir einhvern veginn bara ánægðir að vera saman. Kveikt á sjónvarpinu, börnin sátt í stofunni kannski að horfa á sjónvarpið eða ekki í stofunni en sjónvarpshólinu. Allir nutu þess að vera saman. Einhverjum tímapunkti var maturinn tilbúinn og allir settust að borði. Þetta rann einhvern veginn allt saman í eitt. Ég man eftir síðan afa og pappa og Batt og Ásgeiri sitja inn í stofu eftir máltíðina að ræða landsins gagn og nauðsynjar eða bara svona segja já til skiptis. Að konurnar í eldhúsinu að ganga frá. Barnabörnin öll að leika sér og allir einhvern veginn í góðu skapi og góðu formi. Það er ekki hægt að hugsa ömmu nema líka hugsa afa Donna í sömu andrá. Þau voru alveg sérstaklega samstillt, ljúf og góð saman. Mér skilst nú að afi Donni hafi haft meira skap þegar hann var ungur en ég man bara eftir þeim. Alltaf ljúfum, alltaf samstillt, man eftir afa Donna að lesa fyrir ömmu
man eftir þeim saman á Hlíðaveginum, man eftir afa að skutlast með hana því hún keyrði aldrei. Ég dáðist alltaf af þeim hvað þau einhvern veginn voru ljúf og áttu gott saman og hvað þau voru heppin að eiga hvort annað. Það eru margar góðar minningar frá Hlíðaveginum og afa og það er ótrúlegt að hugsa til þess að það eru 33 ár síðan hún fór frá okkur, alltaf ung. Það sem kemur fyrst í huga minn að þegar maður var á Hlíðaveginum með ömmu og afa, það mátti einhvern veginn gera allt. Það var allt leyfilegt. Ég man eftir að hafa borðað upp úr smjördollunni í eldhúskróknum og amma satt á móti mér og horfði á mig. Svo var endalaust að leikjum alla íbúð og það einhvern veginn hafði engin áhrif á ömmu hvað við vorum að gera. Svo fór afi yfirleitt líka að hafa sér til. Hann var nú yfirleitt ekki það lengi en hann kom svona inn í ferlið svona seint. Þá var amma kannski búin að klæða sig og farin að mála sig og gera hári og svona og þá fór afi í bað og svo voru þau saman inn á baði að pynta sig fyrir veislu. Náttúrulega áður en að haldið var að stað þá þurfti að úða vel og vandlega ylvatni. Og það var engu til spara, það var alveg bara, alveg margar pumpur og alveg þvílíka skýið sem að fylgdi síðan ömmu út í bíl og einhvern tíðan þá vorum við að fara í einhverja veislu til Rebekku og amma nýbúin að úða sig og nú fór út í bíl og ég og Halldór vorum eitthvað að kvarta í eftirsætinu og þóttist vera að kafna og gerum svona svolítið mikið úr þessu og amma var bara pirruð Það er allavega betur en að hafa skítalykt og við skömmuðust okkar svolítið fyrir að vera eitthvað að kvart yfir þessu en það var aldrei skítalykt af ömmu svo það sé á hreinu. Ég vissi ekkert hvað hún var að meina með því Hún þurfti ekkert ylvat til að lykta vel heldur Ég man alltaf eftir ömmu ilminum og hún lifir mjög sterkt í minningunni svona alltaf lyktin sem að fylgdi henni og var í fötunum hennar og mjög svolítið svo notalegt að fara í ömmuslopp þegar ég kom í heimsókn og ég man ennþá eftir því þótt að það sé svona langt liðið. Og ég svona í minningunni þá þegar maður var kannski hjá henni og hún sagðist alltaf baka kannski pönnukökur að þá var maður spenntur fyrir því en það liðu kannski 4 tímar þangað til hún fór að baka pönnukökur. Amma var ekkert að drífa sig á hlutunum, hún var ekkert að stressa sig á því að gera einhverja hluti strax. Þegar ég hugsa með mig Sigrúnu þá hugsa ég líka oft þær systur hennar, hvað þær voru heppnar eiga hver aðra að og hvað var alltaf gaman hjá þeim, hvað geislaði af þeim þegar það fengu að hittast og hvort sem það voru með kaffibolla og köku eða eitthvað sterkara í glasi og sígarettur, það var alltaf fjör. Og sama átti við síðan næstu kynslóð þegar að þær hittust með öll sín börn og kannski barnabörn og þær voru þarna og Hallfríður ef hún var í bænum, mamma Rebekku og Ásgeir, Fríða Dís, Ella og Helgi, Anna og Gunnbjörn og Dís.
allir skemmtilegir og fannst öllum gaman einhvern veginn að vera saman. Þetta var virkilega samhent fjölskylda og þegar að ég var og sá fjörið og hvað var gaman hjá þeim þegar við hittust, þá sá ég líka alveg fyrir mér sögurnar sem að mamma sagði mér af Leifsgötunni þegar hún var lítil. Þegar hún minntist þess hvernig þarna amma Sigrún tók hana með sér í rútunni í bæinn. Það fóru þær úr Keflavík og niðri með rútunni í bæinn, kannski á föstudegi, voru alla helgina á Leifsgötunni og svo komu þær Fríða og Steinun áttu heima nálagt og Hlíf og allir voru einhvern veginn á næsta leiti og ég get alveg séð fyrir mér fjörið og lætin. Einu sinni vorum við Sigrún Halla fórum með ömmu, löbbuðum með ömmu frá Hlíðaveginum og í Samkaup og þetta var miðjan dag og við fórum þar að versla eitthvað, 2 poka eða eitthvað og þegar við erum að labba heim, nýbyrjuð að labba heim, þá lítur amma á klukkuna og segir: krakkar, takiði pokana og rétti mér og Sigrúnu sikkert pokan og hún hljóp heim af því að hún var að missa af Santa Barbara. Hún elskaði sápuóperur. Þetta var í fyrsta og eina skipti sem ég sá ömmu hlaupa. Það sem stendur helst upp úr því ég hugsa til ömmu Sigrúnar bara hvað mér leið alltaf vel í návist hennar, hvað hún hafði góða nærveru og hvað öllum virtist líða vel nálægt henni. Og það ofsalega mikilvægt að eiga svona fólk að eins og hana. Ég held að allir í fjölskyldunni hafi notið þess. Ég segi það að hún þarf ekki að vinna og hún getur verið í íbúðinni og hann sér þetta. Já, en hann vill Já, hér erum við í álværi. Það er æðislega að segja Þú sagði mér það, þú hefði gefið. Fyrir 2 eða 3 árum. Hann er 30 ár. Það er alveg bestur niður. Já. Þetta er voðalega handfætt. Ég var saman á. Það var bara vídeóklokku við og allt. Tökum bara í landsleik. Þú skilur ekki. Hann vinnur fyrir þetta. Ásgeir, ég er svo tykkað til þetta. Hann vinnur fyrir þetta. You might have to listen to a chapel. Afpantaðu tímanu segja komdu bara eftir hátíð á klukkan hátíð á miðvikudag. Kannski stundum ekki opna munum, sko. Nei, ég var að skrifa þetta. Nei, hann á leið. Ég er að bara ég er að saman. Það er
Ég held að þetta alþingi enginn kvettir ykkur út. Enginn kvettir ykkur út. Við hefum nokkur af þessum stórum byggingu verið annað undir þegar við erum klar. Já. Ég ekki svona þannig. Hóttu hérna. Ertu ekki? Nei. Ertu hvað? Og gerða hvað það sár. Við erum bara ringi hérna. Ringja bara. Þetta er tjóðan á okkur. Þetta er ekki myndavél, þetta er vídeóupptaka. Það er meiri reyfingu. Viljum svo halda kjartur ekki bara lúka hver fyrir. Þetta kemur upp líka. Ég veit að bara geta spilað. Já, gerið þá eitthvað. Já. Ég skal svo samanhægt að vera fína. Skál fyrir viku segir. Nei, ekki. Ég sit hérna við stofugluggann heima á 7. júní 2025 og það er rigning. Amma hefði verið 100 ára 22. júní 2025 og hún hefði alveg verið pottþétt til í það partí. Til hamingju með daginn.